Kerfisbreytingar eru nauðsynlegar til að ráðast gegn spillingu á Íslandi. Þetta segir Eva Joly. Hún spáir því að stjórnarflokkunum verði refsað í komandi kosningum fyrir skort á gegnsæi. Það var fjölmennt á málþingi í Norræna húsinu síðdegis en þar var meðal annars rætt hvernig koma megi böndum á fjármálageirann, spillingu, skattabrellur og feluleiki með eignarhald fyrirtækja. Eva Joly, fulltrúi franskra græningja á Evrópuþinginu og fyrrum ráðgjafi sérstaks saksóknara, segir að fátt hafi breyst á Íslandi frá því fyrir hrun, þrátt fyrir að 15 bankamenn hafi fengið dóma og rúmlega 600 Íslendingar eigi aflandsfélög í skattaskjólum. Joly á von á breytingum í komandi kosningum. I do believe that these elections will sanction the old parties for this lack of transparency, because offshore societies are set up on one single purpose, and that is to hide your asset and the origin of the money. And very often it's not only talking about tax and avoiding paying taxes, it is also a receptacle, a place where you can receive kickbacks, bribes, and so that is not acceptable in a democratic society. Hún segir að kerfisbreytingar séu nauðsynlegar til að ráðast gegn spillingu í samfélaginu sem grasseri undir yfirborðinu. You can see it looking around you, and I like the Norwegian saying, maybe also we say that in Iceland, you have to catch the fish when it's jumping. And when you have the Prime Minister who are not giving explanation on his the account linked to his secret society, then you have to change.